Kæru félagar, Hans Kristján Guðmundsson heiti ég og stjórnarmaður í Uðrýra Reykjavík. Mörg ykkar urðu fyrir vonbrigðum þegar tæknin brást okkur þriðjudaginn 19. október og þeir sem ekki voruð í salnum í Hæðargarði gátuð ekki notið erindisins að heiman, þar sem ekki reyndist mögulegt að streyma erindi Gunnars Hrafns Jónssonar Afganistan, söguna og fólkið. Gunnar Hrafn hefur að miklum velvilja brugðist upp bón okkar að endurtaka erindi sitt í upptöku sem dreift til félaga og verður opinn í viku frá útsendingardegi. Við kunnum Gunnari Hrafni miklar þakkir fyrir þetta og ég býð ykkur öll velkomin sem njótið þessarar upptöku og fylgist með af skjá. Ég býð auðvitað Gunnar Hrafn Jónsson sérstaklega velkomin sem hér ætlar að fara stuttlega yfir sögu Afganistans og fólksins sem þar býr. Rekja rætur þess ófriðar sem ríkt hefur í gegnum tíðina og hvernig eitruð hugmyndafræði og hagsmunir heimsvelda hafa lagt samfélagið í rúst. Gunnar Hrafn stundaði háskólanám við The Open University of Hong Kong 2001 til 2003 og við Open University í Bretlandi 2003 til 2005 og lauk þaðan Bachelor of Science Honors gráðu í félagsvísindum 2005. Gunnar Hrafn Jónsson lýsir sér sjálfur sem fertugum blaðamanni úr Vesturbænum og hefur hann starfað sem slíkur frá unglingsárum fyrir utan stutt hliðarspor sem alþingismaður Pírata fyrir 5 árum síðan. Hann hefur verið búsettur í Bretlandi, Kína og Þýskalandi og sérhæft sig í erlendum málefnum. Hann fékk sérstakan áhuga á pólitískum hliðum íslam og stríðsátökunum í Mið-Austurlöndum þegar hann ferðaðist tvítugur til Palestínu þegar skærur stóðu þar sem hæst árið 2002. Vertu velkomin Gunnar Hrafn, gjörðu svo vel. Já, þetta sem sagt, eins og ég segi, í annað sinn sem að ég flytti þetta erindi og ég veit ekki hvort það verður alveg nákvæmlega eins af því að ég gerði þetta töluvert eftir minni en ég núna með sömu punkta þannig að ég ætla að reyna að fara yfir öll helsta atriðin sem ég fór yfir hérna daginn. Sagan byrjar í raun og veru fyrir 7000 árum síðan. Það eru mannvistarleifar í Afganistan frá þeim tíma og það bara á sama tíma og siðmenningi fyrst að verða til akuryrkja í Mesópótamíu og síðar í Egyptalandi. Þannig að það kemur í raun og veru frekar óvart að þessu harðbýla landi í Afganistan, kannski var aðeins öðruvísi veðurfar á þeim tíma, en þessu harðbýla landi eru merki það að fólk hafi búið með einhverjum frumstæðum hætti þar í þúsundir ára. Ég ætla að fara hérna og deila skjá með ykkur til að sýna hvernig lítur út til dæmis núna samfélag hirðingja sem í Afganistan og hefur verið nánast óbreytt í þúsundir ára, allavega margar aldir. Þetta fólk sem ferðast og með einfaldan búskap og lifir á landinu þess utan en eins og þið sjáið það verður ekki mjög gjöful. Afganistan það sem hefur mótað landið ekki síst í gegnum aldirnar og árþúsundin landsleið. Þetta hérna allt skorið í sundur af fjöllum og djúpum dölum og það mjög erfitt að komast á milli þannig að landið var í raun og veru aldrei verið ein sameinuð eining. Afganistan sem þjóð ekki hugtak sem í raun og veru verður til fyrir tiltölulega seint. Það sem ég verið að hringja heim hérna í miðjukafi. Það sem gerist að það eru hirðingjar sem að lifa eftir í raun og veru svona fornum heiðnum trúarbrögðum og þau hverfa mjög seint út af þessari einangrun sem að mótast meðal annars af landslagi og það sem gerist að það eru ein svæði sem að var að falla undir erlend áhrif. Persar eru þarna stórveldi í þúsund ár og margir aðrir sterkir nágrannar sem að reyna að ná Afganistan undir sig en ná aldrei í raun og veru öllu svæðin og að segja mjög mikið að strax eftir að Múhameð spámaður byrja að boða íslam
bara nokkrum áratugum eftir hans dag, þá eru trúboðar komnir til Afganistans og eru byrjaðir að boða íslam, en það tók 800 til 900 ár að breiða íslam yfir allt svæðið. Það voru önnur svæði sem voru orðin búddísk, þau tekið búddasið frá, maður barst til þeirra frá Indlandi af því að það var svipuð siðmenning og Indursdalurinn sem sú siðmenning kennd við. Og þar sem þeir í raun og veru standa af sér eru öll þessi stórveldi í kringum þau sem reyna smám saman að íslamvæða samfélagið, en það gerist í raun og veru mjög hægt og það ekki fyrr en í raun og veru á 17. 18. öld sem að mest allt Afganistan er orðið íslamskt, 1000 árum eftir dag spámannsins, og meira að segja eitt svæði sem heitir Núristan í dag hét lengi Kafiristan, því að það svæði varð ekki fyrir íslamskum áhrifum fyrir mjög seint á 19. öld, 1896 held ég hafi verið sem að orðin opinber trú þar, íslam. Kafir áhugavert orð til að nota yfir landsvæði eða þjóð, af því að kafir mikið blótsyrði á arabísku og pashtún tungumálinu sem algengast í Afganistan. Það þýðir í raun og veru heiðingi eða trúleysingi sem bara villutrúamaður. Þannig að Kafiristan þýðir í raun og veru land villutrúamannanna. Þannig að þarna til merkis hvað þeir þóttu þrjóskir og erfitt að kenna þeim erlenda siði. Og það sem við sjáum gerast í raun og veru að þeir byrja að aðlaga íslam strax mjög snemma að sínu samfélagi. Stærsta þjóðarbrotið í Afganistan í dag, það sem köllum Afganistan í dag, eru pashtúnar sem eru meginþorri í Talibanarhreyfingunni til dæmis eru af þeim ættbálki. Þeir tala sitt eigið tungumál og hafa sinni eigin siði sem eru samofnir íslami gegnum tíðina, og margir Arabar sem hafa aðra upplifun af íslam sem koma til Afganistan hafa lýst í að þetta sé mjög frábrugðið þeirri trú sem þeir hafi lært. Þannig að þrátt fyrir að sé litið á Talibana sem mikla bókstafstrúamenn, þá eru mjög mikil sérkenni á þeirra útgáfu af íslam, og hún undir miklum áhrifum vissulega sem mun fara yfir á eftir frá Sádi-Arabum á síðustu áratugum vegna bara krafti fjár og stríðsátaka stórveldana. En það sem að gerist eftir íslamvæðinguna að Bretar mæta á svæðið og heimsveldi Breta teygir sig þarna frá Indlandsskaganum og yfir til Afganistan og reynir að ná því undir sig. Það gengur náttúrulega brösulega út af landslæginu sem myndist af áðan. Þannig að stór hluti landsins, allavega borgirnar eða þéttbýliskjarnanir sem myndi kannski frekar segja, lentu undir breska heimsveldinu, en var alltaf svona hálfgert vandræðasvæði og var gefið sjálfstæði snemma á 20. öldinni, þetta hafi verið á milli stríðsárunum, og það var konungur sem að tók við, sem að var svona kannski pínu hæpið tilkall til valdsins sem hann hafði. Ég var með mynd þarna sem að ég hljóp yfir, bara gömul mynd af Afgönum til forna, en þegar að konungurinn fer frá á 8. áratugnum tekur við sósíalistastjórn, og hún vekur upp blendna tilfinningar hjá þjóðinni. Þarna sjáum við til dæmis menn sem tóku snemma upp vopn. Á þessari mynd eru Mujahedin, svokallaðir stríðsmenn Guðs, sem að tóku upp vopn gegn sósíalistastjórninni og leitið til þess að Sovétríkin gerðu innrás til að styðja við bakið á sósíalistastjórninni, og það sem þeir ætluðu sig þar var náttúrulega hluti af þessu stóra kaldastríði sem að verið háðu víða í Kóreu og Víetnam og víðar, og þarna ætlaðu þeir að nýta trúarhita Afgana til þess að þeir vissu þeir hefðu stuðning þessi Mujahedin hermenn og nýttu sér það að Sovétmenn voru náttúrulega í samkeppni við Bandaríkin. Þannig að Bandaríkin fá veður af þessum átökum með þetta og byrja að dæla peningum í Talibana, ekki síst fyrir
stuðluðu að því voru Sádi-Arabar meðal annars með fé sem kemur frá olíuauð sádi-arabísku konungsfjölskyldurinnar og var notuð til þess að kaupa vopn og bandarísk vopn og senda til Afganistan. Og það voru líka bandaríski skattgreiðendur sem að sendu vopn til hópa sem voru síðan þjálfaðir í Pakistan að miklu leyti. Pakistanar, þarska leyniþjónustan átti stóran hluti því að þjálfa upp meir en 100.000 afganska unga karlmenn sem að margir komu frá skólum sem að voru trúarskólar og voru líka fjármagnaðir af Sádi-Arabum og voru reknir í flóttamannabúðum þar sem Afganir bjuggu bæði í Pakistan og innan Afganistans. Og þar sem Sádi-Arabar hafa gert þeirra útgáfa af íslam sem er mjög sérstök. Wahabismi hann kallaði stundum salafismi. Wahabismi stundum ranglega lýst sem afturhvarf til miðalda. Það í raun og veru misskilningur og uppgjöf fyrir í raun og veru það sem þeir segja sjálfir því að ég held að allir sérfræðingar í íslam séu sammála að þessi hreyfing wahabisma sem að skýtur rótum á 19. öld í Sádi-Arabíu svar við nútímanum, við iðnvæðingunni, við nútímamæðingunni. Þetta hugmynd að íslam hafi verið fullkomið á einhverjum tilteknum tíma mjög snemma eftir spámanninn eða jafnvel á tímum spámannsins og tilraun til að endurskrifa söguna og snúa aftur til einhvers tíma sem í raun og veru var aldrei til af því að þeirra hugmyndir hvernig lífið virkaði á þessum tíma mjög skakkar. Þeir framfylgja boðum og bönnum sem jafnvel voru ekki til á þeim tíma bara því að það hentar þeim að vera sérstaklega strangir og grimmir við konur og slíkt. Það mjög margt sem bendir til þess að þeir hefðu í raun og veru aldrei getað náð þeirri fótfestu sem þeir gerðu í Sádi-Arabíu nema út af gríðarlegri íhaldssemi gagnvart þeim breytingum sem voru eiga sér stað í Arabaheiminum og á Vesturlöndum á 19. og 20. öld. Þannig að þegar við sjáum þessa reiðu ungu menn hérna sem búið að þjálfa upp í herbúðum í Pakistan þá það angi af ekki bara þessari baráttu heimsveldana heldur líka af þessari hugmyndafræðilegu baráttu sem í múslima heiminum og var sérstaklega heit á þessum tíma því að þjóðernishyggja, sósíalismi og kommunismi hafði verið uppsett til rúms í mörgum múslimalöndum og það var alls ekki útséð það sérstaklega fyrir írönsku byltinguna 79 var ekkert útséð það að íslam eitthvað framtíðar hugmyndafræði arabaheimsins eða múslimaheimsins. Það var mjög margt annað sem var að keppa við þessa öfgasýn frá Sádi-Arabíu. En vegna olíupeninga og meðal annars vegna stríðsins í Afganistan þá tókst þeim að búa til mjög þétt net af moskum og trúarlegum skólum sem að sköpuðu jarðveg fyrir öfga hugmyndir íslam sem að meðal annars ýtt undir herskáttúlkun á íslam að það ætti að berjast við heiðingja sem að koma inn í lönd múslima og við sjáum að í þessu stríði þá verða til svona frekar vanheilu bandalög. Þarna Ronald Reagan að sitja fund með leiðtogum Mujahedin manna á þessum tíma. Það var breið fylking innan Afganistan. Þetta mjög íhaldssamt samfélag, hefur alltaf verið og svona grunnurinn af því sem seinna verður talibanar situr þarna við borðið með Reagan í raun og veru. Það frægt að þessum tíma kom út Rambo-mynd, ég man ekki hvort það var Rambo 2 eða 3 eða hvað það var, sem að Rambo væri að berjast með þessum Mujahedin í Afganistan og þeir eru góðu gæðarnir og sovjetmenn eru vondu gæðarnir. Svo endar myndin á því að tilengun til afgönsku þjóðarinnar, það enda þjóðsaga að myndin hafi upprunalega endað hafi verið tilenguð Mujahedin hersveitunum en það víst ekki sátt. Það búið eiga við þær myndir sem hægt að finna á netinu af því en engar síður þetta mjög vandræðileg mynd í ljósi þess sem að síðar gerist af því að þessi eitraða hugmyndafræði frá Sádi-Arabíu grefur sig náttúrulega í þessum herbúðum þar sem að þjálfa upp alla þessu ungu menn. Svo lýkur stríðinu og þá standa uppi menn bara í ónýtu samfélagi, það allt hrunið til grunna í samfélaginu, það engin innviði eftir. Menn búin að vera að berjast það lengi í borgarastríðinu að börn hafi ekki komist í skóla lengi, það mikið ólæsi
sérstaklega konur hafa ekki fengið menntun, þannig að það allt í molum og allir sem að vellengi gátu valdið voru farnir á landinu, tóku með sér sína peninga og sína menntun og það var mjög erfiður tími sem tók við eftir að Bandaríkjamenn í raun og veru sneru baki við afgönsku þjóðinni eftir að þeir voru búin að losna við Sovétríkin. Þá víkur náttúrulega sögunni að mönnum eins og Osama bin Laden sem sést hérna með blaðamanni að veita viðtal, því að hann einn af þessum Sádi-Arabum sem kom með peninga og vopn og var í boði CIA meðal annars. Hann stofnaði svona hálfgerð samtök í Afganistan sem hann nefndi á arabísku bækistöðina. Bækistöðin á arabísku Al-Qaida. Þannig að Al-Qaida samtökin verða til þarna sem mótsvar við Sovétríkjunum og raun og veru tilbúningur af pakistansku leyniþjónustunni og bandarísku leyniþjónustunni ásamt Sádi-Aröbum. Hann náttúrulega átti eftir að skipta dálítið lið og hann átti eftir að reynast Bandaríkjamönnum dýr, þessi stuðningur við í raun og veru hans málstað á þessum tíma, af því að hann byrjar að fá aðgang að vopnum frá og fleiri náttúrulega, allir bandamenn hans þarna í afgansku mótspyrnunni gegn Sovétmönnum byrja að fá vopn sem voru mjög mikilvæg fyrir að það voru Stinger eldflaugar svokallaðar sem að breyttu algjörlega gangi stríðsins, af því að það sem að Sovétmenn höfðu náttúrulega umfram Afgani var að þeir voru með flugvélar og þyrlur sem að Afganir bjuggu ekki yfir, sérstaklega ekki í uppreisnarherinn. Stinger eldflaugarnar gerðu ólæsum bónda kleift að skjóta niður risastórar herþyrlur. Þú þurfti bara að benda og svo blikkar eitthvað ljós og þú ýtir á takkan og bara raketan fer af stað. Þetta allt tölvustýrt og fínasta sem til var á þessum tíma til að skjóta niður allar þessar þyrlur, og það byrjaði bara að vera blóðbað fyrir Sovétmenn og endaði með því að þeir voru hraktir út. En við tekur, eins og ég segi, mikil óstjórn og landið allt í raun og veru klofið. Aftur kemur að þessari landafræði að það hefur aldrei verið hefð fyrir einum leiðtoga yfir því sem Afganistan, heldur hefur þetta alltaf verið sterkir héraðsstjórar og stríðsherrar sem hafa stjórnað hver sínu svona smáhéraði. Þeir byrjuðu náttúrulega að stunda mikið að glæpum, fíkniefni, vopn, vændi og ýmislegt sem að fylgdi þessu. Þeir innheimtu verndarfé af bæði fyrirtækjum og einstaklingum, menn áttu von á að vera að keyra á milli staða, þá bara allt í einu einhverjir menn með byssur sem að heimta toll á þess að hafa neitt tilkall til þess frá stjórnvöldum. Það var bara algjör óstjórn, og það sem gerist á þessum tíma að það moska í Kandahar. Þannig að sjáum við aðeins stokkið yfir tíman. Þarna eru talibanar að taka konur af lífi opinberlega, sem var svona þeirra aðalsmerki, en talibanar verða til sem bara 50 manna hópur árið 1994 sem í þessari mosku í Kandahar sem styrt af Pakistönnum og Sádi-Arabum. Þeir eru að læra mjög herska hugmyndafræði. Orðið talibani, eða Taliban fleirtalar reyndar af orðinu talib. Orðið talib þýðir bara nemandi, bara einhver sem í námi, einhvers konar námi. Í þessu tilviki voru þeir að læra þessa eitruðu hugmyndafræði frá Sádi-Arabíu. Þeir eru 50 talsins þarna í þessum bekk saman, bekkjabræður, og þeir byrja að líta í kringu sig og sjá hversu slæmt ástandið í borginni, og þeir fara að standa vörð moskuna sína með vopnaðan vörð. Það gefur sig mjög vel og þeir fara að sjá nágranna þeirra í Kandahar, fara að sjá að þetta eina gatan í borginni sem eiginlega örugg fyrir glæpagengum. Það vill enginn vera að abbast upp á þessa skeggjuðu, skrýtnu gæja sem voru þjálfaðir af leyniþjónustunni í Pakistan og báru rifla. Það þótti bara ekki þess virði að abbast upp á þá. Þannig að það var svona aðsókn í þessa mosku og fólk byrjaði að koma þangað og leita til þeirra. Síðan gerist sá hræðilegi atburður þarna sama árið og þeir stofnaði þessa verndarsveit sína, að héraðsstjórinn sem að stjórna stórum hluta af Kandahar spilltur og hans menn fara á einhvers konar fyllirí eða eiturlyfjavímu og ræna 2 börnum og beita þau kynferðislegu ofbeldi bara
skilst mér á torginu bara í Kandahar, bara fyrir allra augum og foreldrar barnanna og fjölskylda var rakleitt í Moskvuna til Talibana og segja þeim hvað að gerast og Talibanar senda alla sína menn, alltaf, sem 50 menn eða hvað það voru, mæta á svæðið, taka mennina höndum, ég veit ekki hvað eru margir, 3-4 held ég, og hengja þá bara upp í tré í miðborginni og skrifa á líkin svona fer fyrir nauðgurum og glæpamönnum í Kandahar. Aðeins nokkrum vikum seinna voru þeir búnir að hrekja þennan héraðsstjóra og alla hans menn á brott úr borginni, voru búnir að ná miðborginni allavega á sitt vald og mest af útjaðarinnar. Það gerðu þeir náttúrulega með þessum opinberu aftökum sem urðu strax aðalsmerkiðar. Þeir byrja að boða þessa stefnu sína, þessa vægðarlausu stefnu gegn glæpum og óstjórn og því sem að terlíta á glæpin notabene víðara samhengi heldur en bara rán og nauðganir og slíkt og það sé þessi leggja áherslu á. Þeir sjá rót vandans í bara því að fólk fylgi ekki Kóraninum, að áfengisdrykkja og kynlíf utan hjónabands litið svipuðum augum og nauðgun og morð. Og þeir byrja með þessum opinberu aftökum að geta sér gott orð, svo má orðið komast og bara á örfáum mánuðum, sem mjög ótrúlegt að örfáum mánuðum eru þeir orðnir 10-20.000, skilst mér að sagt að þeir hafi fengið heilu flóttamannabúð með sér í lið, jafnvel ólæsa unga menn sem hefðu ekki lesið Kóraninn en það var hægt að segja þeim hvað stendur í honum og sá sem að segja frá náttúrulega hefur valdið yfir þeim að því að hann getur túlkað á þann hátt sem hann vill og sagt þeim að þeir verða að taka upp vopn og ganga til liðs við Talibana. Það var kannski að þjóðunum fyrir eitthvað jákvæði gagnvart þessu, þannig séð ég held sem þjóð til að byrja með og margir bara ánægðir að sjá frið komast á loksins eftir þetta skelfilega ástand sem voru ríkja. Og síðan árið 1996, bara 2 árum eftir að þeir verða fyrst til, eru Talibanar líklega meir en 50.000 talsins og komnir inn í alla borgirnar og höfuðborgin Kabul fellur ótrúlega skömmum tíma fyrir þeim. Einu sem að gáfust ekki upp og átti aldrei eftir að gefast upp voru svo kallað Norðurbandalagið sem að var svona frekar einangraður lítill hópur stríðsherra sem að höfðu aðra hagsmuni heldur en Talibanar, meðal annars af trúarlegum ástæðum en líka bara út af bakgrunni þeirra voru öðrum þjóðabrotum. Þjóðin með klofin þó að helmingur þar afganaða rúmlega séu pastúnar, þá eru 4-5 önnur stór þjóðabrot þarna sem að hafa verið beitt ýmsu órétti í gegnum tíðina. Það er kannski ekki síst að nefna Tadsjika og síðan Hazara sem eru shía múslimar eða annað blæbrigði af íslam og eru álitnir réttræpir af sátum og síðan lærðu Talibanar þann ósið af frændum sínum í Sádi-Arabíu að ráðast á þá. Þessi stjórn, hún fer að vekja athygli fljótlega fyrir mannréttindabrot gegn konum fyrir þessar grófu aftökur við sjáum þetta gerist á íþróttaleikvangi sem við með þessi myndi hérna, fótboltavelli og þeir eyðileggja líka styttur sem eru frægar búddískar styttur af Búdda, svo kallar Bamayan styttur sem að hefðu verið einhverja elstu minjar sem að voru til búddisma á svæðinu. Ekki með þessa röddina. Þeir fengu enga alþjóðlega viðurkenningu nema að vísu frá Pakistan og minni mig frá Sameinuðu arabísku furstadæminu, ég held að Sátar hafa meira ekki gengið svo langt að viðurkenna það alveg. Það var náttúrulega meðferðir á konum ekki síst sem að gera það verkum að alþjóðasamfélagið vildi ekki viðurkenna rétt þeirra til að stjórna Afganistan. Síðan gerist það náttúrulega 11. september 2001. Hérna sjáum við notabene á myndinni bara útskýra hvað við að sjá. Þetta eina myndin, eða eina myndbandið, og þetta tekið úr myndbandinu þessi ljósmynd af leiðtoga Talibana sem að stofnaði hreyfinguna Mullah Omar. Mjög áhugaverður maður, mörguleyti. Hann
mjög einföldum ættum. Hann var lít þekktur, var ekki þekktur fyrir áður en hann stofnaði skyndilega þessa hreyfingu. Hann var eitthvað menntaður í íslam en ekki mikið líklega. Hann sést hérna á þessari mynd vera að setja á sig skikkju sem að sagan segir. Þetta er svona dálítið eins og það eru til endalausar minjar í katólsku kirkjunni sem eru sagðar tengjast Jesú. Þessu tilviki þá er þessi skikkja sögð koma frá Múhameð spámanni sjálfum. Á að hafa verið geymd þarna í Moskvu í Kandahar minnir mig mjög lengi og falin einhvers staðar inn í Moskvu. Þetta er eitt sem að mér skilst að með hennum að hafi blöskrað Osama bin Laden og Arabum sem komu til að berjast með Talibanum og þeim blöskraði fannst þetta hálfgerð skurðgoðadýrkun að vera að draga fram einhverja vafasama skikkju sem klárlega var ekki af spámanninum, var mjög ólíklegt að hún væri af spámanninum. En það sem gerðist var að allir þarna viðstaddir vildu snert hana og þeir sem komist ekki nógu nálægt til að snert hana byrjuðu að reyna að snerta hana með útréttum, sem tóku hattana sína á skó og fleira var reynt að snerta skikkjuna með einhverjum hætti til að fá einhverja blessun. Þetta er mjög andstætt þessum róttæku vahabisma hugmyndum að fara aftur og útrýma öllum skurðgoðadýrkunum og persónudýrkun. Þannig að þetta var bæjarsagt óvinsælt og kannski sýnir kannski áherslu munina þó að Talibanar séu oft settir í sama hóp og arabísk vahabista samtöku þá hafa þeir alveg sinn sérstaka afganska keim sem að meðal annars sést þarna. Það sem gerist eftir 11. september er að Bandaríkin hóta innrás þegar þeir fá ekki Osama bin Laden. Talibanar merkilegt nokk gáfu sig með þetta, fólk gleymi því að rétt fyrir innrásina, held einhverjum dögum fyrir innrásina, þá gáfu þessu og buðust til að afhenda bin Laden gegn því að það hætti að rigna sprengjum á Kandahar því að þá var byrjað miklar loftárásir og þeir vildu bara fá frið frá loftárásunum. Það er alveg óvíst hvort þeir hefðu getað tekið bin Laden höndum, hvort þeir vissu endilega hvað hann var. Hann hefði örugglega verið var sig á þessum tíma. Hann raun og veru sleppur undan innrásarliðinu með því að flýja í hellakerfi sem var búið til á Sovétstríðinu. Þeir notuðu til að fela sig fyrir loftárásum Sovétmanna og síðan gleymist hann bara einhvern tíma. Hann er í felum, reyndist síðan merkilegt nokkuð í Pakistan í boði líklega pakistansku leyniþjónustuna, sína gömlu vina. Það sem tekur við í Afganistan eftir fall Talibana er í raun og veru svipað og áður en þeir komið til valda. Það brotnar upp allt landið inn í minni einingar og stjórnin í Kabúl er algjörlega háð því. Landið er keyrt áfram bara á mútugreiðslum til þessara stríðsherra sem í raun og veru stjórna hver héraði fyrir sig. Ég þekki fólk sem hefur verið starfandi með friðargæslu í Afganistan og það lýsti því hvernig það komu bara mjög grunsamlegir burstaklipptir menn í ómerktum svörtum fötum frá Bandaríkjunum með ferðatöskur, fóru um borð í þyrlur og flugu út til hvers héraðs og afhentu ferðatöskur fullar af dollaraseðlum sem voru notaðar bara til að halda mönnum góðum og bara til að halda þeirri hugmynd að Talibanar stjórnuðu ekki landinu því að í raun gerðu þeir það bara á mörgum svæðum sérstaklega við pakistansku landamærin. En það var hægt að láta þetta líta út í 20 ár að það væri einhver málamyndastjórn í Kabúl sem réði þessu. Það var mikið í krafti þessara mútugreiðslna frá bandarískum skattgreiðendum en það kostaði stríðið allt einhverjar 2 trilljónir dollara, bara stjarnfræðilegar upphæðir sem hefði verið að gera margt örugglega meira fyrir en fór að hluta í uppbyggingu sem við höfum eftir að sjá að það gekk ekki vel því að í þessu umhverfi þá náttúrulega uppbyggingin var henni var líka stólið, mútugreiðslurnar voru ekki nóg, menn tóku allt sem steini léttara var, það risu hallir í útjaðri borga, borgirnar voru óbreyttar, hallirnar voru bara umsetnar af einhverjum vopnuðum mönnum og tilheyrðu þessum stríðsherrum sem öllu stjórnuðu og voru þarna núna komnir í boði Bandaríkjamanna. Það sem hefði gerst undir lok stjórn Talibana eða 1-2 árum fyrir lok stjórn þeirra var að þeir höfðu útrýmt algjörlega heróínframleiðslu í landinu. Það sem gerist eftir fall þeirra var að núna blómstraði heróínframleiðslan aftur og ópíumvalmúinn spratt alls staðar og innan nokkur ára var 90% af öllu heróíni heimsins farið að koma frá
frá Afganistan og það hrundi í verði og var miklu vinsælla á Vesturlöndum fyrir vikið. Talibanar voru þá náttúrulega í stjórnarafstöðu að berjast með skæruhernaði, þannig að þeir lýsa því yfir að með svona mikil hentisemi að þeir endurskilgreina trúna sína, þannig að það ekki lengur bannað að framleiða dóp svo lengi sem að þú selur það til villutrúa útlendinga sem að notar ekki sjálfu dópið þitt, heldur notar það til að veikja mótstöðu andstæðingsins í raun og veru og afla fjár náttúrulega fyrst og fremst til þess að geta stundað áfram hernað gegn stjórnvöldum og Talibanar urðu miklu svona meira, hvað maður sletti ensku, sophisticated samtök með árunum, 20 ára náttúrulega þeir hafðu til þess að þróa sig og tæknin hefur fleytt fram, þeir eru komin með internetið, þeir í sambandi við miklu fleiri í heiminum og þessi Karzai stjórn, Hamid Karzai, hún kendi Karzai, var í raun og veru aldrei nema til málamynda við stjórn í landinu. Það var algjört stefnuleysi, það var ekkert svona engin hugmynd hvernig stríðinu myndi ljúka og Bandaríkjamenn hafa viðurkennt það síðar að þeir höfðu mjög óljósar hugmyndir hvað þeir ætluðu sér í Afganistan fyrir utan bara ná Bin Laden sem var ekki í Afganistan, heldur í Pakistan og meira þess eftir hann náðist og þá halda þær áfram að dæla fjármagni og peningum og mannslífum inn í þetta þegar á endanum kostaði þessi 20 ára tímabil fyrir utan öll borgarastríðin þar og undan og allt það. Þessi 20 ára herseta dóu 200.000 að minnsta kosti og sem að skiptist þannig ef við lítið á þetta að afganskar öryggissveitir mistu 70.000 líklega manns, almenni borgarar 50.000 allavega, Talibanar missa 52.000 og innrásarliðið missir 3.000, rúmlega 3.000 hermenn. Þannig að það er gríðarlegt mannfall og gríðarlega mikið sem fer til spillis í uppbyggingastarfinu. Það er vísu unnið víða gott starfi að mennta konur, það var svona helsta áþreifanlega svona breytingin. Það var aldrei mjög vinsælt meðal Afganar sjálfra, ég held samt samfélagi eins og ég sagði áðan, en læsi kvenna fór upp úr nánast engu upp í eitthvað inn eða helming, en enga síður var mikil breyting og gerði þeim klæft að sækja vinnu í fyrsta sinn í borgunum og slíkt, en sveitirnar voru meira kannski óbreyttar. Það sem gerist smám saman er að afganska þjóðin snýst líka eitthvað eiginlega gegn þessu innrásarliði í Bandaríkjunum. Sjáum við mynd af bandarískum hermönnum þar sem að þeir standa vörð og sjá þyrlur vera að fljúga yfir þetta fáránlega landslag sem er bara mjög erfitt að ímynda sig hvernig þetta berjast í, sérstaklega það eru hellar út allt sem er þetta að fela sig í og ef þú þekki landsvæðið og alast þarna upp mann frá manni þá það er engin samkeppni og ég man alltaf eftir líka viðtali við afganskan blaðamann, erlendan blaðamann arabískan kom til Kandahar stuttu eftir fall borgarinnar 2001-2002 og lýsir því hann er að labba framhjá skeggjuðum mönnum sem standa mjög reiðir á svip og fylgjast með bandarísku hermönnum labba hann í gegn og hann spyr túlkinn sinn hvað menn þetta séu, hann segir þetta eru Talibanar og hann spyr hvað er þeir að gera hér, þeir eru bara að bíða, þeir vita að þið búið ekki hérna, þið munu þurfa að fara á endanum og þeir munu taka við því að þeir líta á þetta sem langhlaup en ekki spretthlaup og þeir eru tilbúinir að deyja og þú veist á 20 árum það er heilný kynslóð manna búin að taka við baráttunni, þannig að plús að þeir fá töluvert fé í gegnum það náttúrulega eiturlegu smygl og bara stuðning frá Araparíkjum og frá Sádi-Arabíu. Það sem gerist er að hver forsetinn fætur öðrum í Bandaríkjunum kemur sér ekki út úr þessu stríði og lendir bara í því að raun og veru stækka við sig og auka viðbúnaðinn í landinu þangað til þetta er orðið það er kallað quagmire á ensku bara kviksyndi og eitthvað sem að því meira svo berst því verra verður það. Og það gerist á endanum núna bara þess ári náttúrulega er að það hrynur síðasta mótstaðan við Talibana leið og bandaríski herinn fer. Hann fer á næturlagi hreinlega frá landinu og bara lætur sig hverfa og bara strax daginn eftir byrja Talibanar að herja á alla borgir. Það falla eins og spilaborgir. Það er ekki bara það að menn hafa verið illa þjálfaðir og með litla motivation, þessir hermenn, heldur voru þeir ekki allir til einu sinni. Þú veist, þeir lögðu margir niður vopn en til að byrja með þá kemur í ljós að margir herforingjar höfðu skráð miklu fleiri hermenn undir sinni stjórn heldur en þeir voru í raun og veru og voru að hirða launin sjálfur
hjá mönnum sem aldrei voru til og þeir sögðu vera undirmenn sína. Þannig að Talibana mæta mjög lítilli viðstöðu og svo viðstæðar sem heitir staðar gefst fljótt upp og þetta fellur bara eins og spilaborg á ótrúlega skömmum tíma, eða skemmri tíma en nokkur hafði búist við. Nýja ógnin bara, við erum að sjá frétti núna af mjög skrítið, þú veist, maður aldrei búist við því núna að við staðum frammi fyrir því að til að berjast gegn hryðjuverkum í Afganistan þyrfti Bandaríkin að viðurkenna vanmátt sinn gagnvart Talibanum og í raun og veru styðja sig við Talibana til að útrýma ennþá verri andstæðing sem er ISIS eða Íslamska ríkið, svo kallað kennir sig við Íslamska ríkið í Afganistan eða Khorasan, eins og þeir kalla það, forna heitið á landinu. Og þeir í raun og veru hafa herjað á Talibana síðan að Talibanar komist til valda í Kabúl og eru ennþá öfgafyllri. Þeir eru eiginlega nær þessari vahhabista Al-Qaida sádi-arabísku hugmyndafræði heldur en Talibanar sjálfir sem hafa mildast töluvert, segja þeir sjálfir allavega sinni afstöðu gagnvart túlkun sinni. Það eru ekki sýnt það í verki. Þeir hafa eins og það sagt að þeir ætli að leyfa konum allavega upp að 12-14 ára aldrei að mennta sig, sem er eitthvað, en eldri konur það hafa ennþá ekki fengið tækifæri til að mennta sig, en það segir nokkuð að það eru dagleg mótmæli, þessum konur mótmæla þessu og þau hafa ekki verið leyst upp með valdi, þannig að það er kannski svona nýja ásýnd Talibana á því leyti. Þeir hafa ekki hins vegar staðið við að hafa minnihlutahópa með í stjórn sinni. Þeir skipuðu bara háttsetta Talibana í ríkisstjórn landsins sem að tók við núna á dögunum og það er ekki búið að viðurkenna hana alþjóðlega. Það eru ríkir samt það eru jákvæð hljóð frá ríkjum að borða við Íran, Pakistan og Kína. Kína með landamæri, pínulítið landamæri að Afganistan. Þau landamæri liggja með þetta Xinjiang héraði sem það hérað Kína sem hefur verið kannski mest í fréttum út af múslimum, af því að þar eru múslimar mjög fjölmennir og þeir hafa verið með sjálfstæðisbaráttu og hún hefur tengst Afganistana því að mjög svipaðan bakgrunn og eru skilt fólk, þannig að Talibanar með því að lofa til dæmis að klekkja á slíku, klekkja á samstarfi yfir landamærin, kom í veg fyrir að múslimar frá Kína geti notað Afganistan sem bækistöð, þá myndu þeir opna leiðina jafnvel fyrir kínverskum fjárfestingum. Kínverjar hafa náttúrulega sýnt það undanfarið víða heim í Afríku og víðar að þeir eru tilbúnir að fjárfesta gríðarlega í innviðum gegn því að fá aðgang að hráefni og auðlindum. Þær eru gríðarlegar í Afganistan. Það eru miklar auðlindir í Afganistan ónýttar vegna skorts á innviðum. Það er ekki kannski olía mikil en það alls kyns málmar, fágæti málmar og slíkt sem að væri hægt að vinna á. Myndi kannski geta skapað eitthvað peninga í kassan sem hefur gerst núna eftir að Talibana tóku við en það stoppaði allt flæði alþjóða fé, allt góðgera samtök og slíkt og erlend ríki eru hætt að senda peninga tímabundið meðan að Talibana sanna sig. Þeir ætla ekki að snúa aftur til ógnar stjórnar fyrir tíma. Þannig að þeir eru fjársveltir núna og eru í miklum erfiðleikum fjárhagslega og með því að styðja sig við stórríki eins og Rússland, Kína, Íran, Pakistan og reyna að halda þeim góðum með því að þá úthýsa hryðjuverkum og fordæma hryðjuverk og einbeita sér bara innanríkismálum. Þeir eru meiri þjóðernissinnar en þeir eru íslamistrar í dag. Þá geta þeir kannski keypt sér einhvern frið og fengið eitthvað af þessu fjármagni sem að fyrir stjórnvöld hefðu notið. Þannig að það er alveg óvíst hvort að það mun segja eitthvað. Við sjáum hérna bara rétt stórsóknina sem átti sér stað hjá Talibanum þarna 96. Þeir tóku allt þetta risastóra landsvæði á örskömmum tíma á 2 árum frá 94 til 96. Svo 2001 eru þeir konum með allt landið og bara í lok árs 2001 sjáum við allt græna svæði sem var undir Talibanum orðið bara pínulítið og Bandaríkjamenn búnir að henda þeim þar út. Hérna sjáum við með bandarísku sérsveitarmenn á hestbaki, þetta sýnir hvernig landslagið þarna og hvernig þeir þurftu að athafna sig og beita fjölbreyttum aðferðum til að komast á milli staða og slíkt. Þarna eru þeir ásamt vígamönnum sem voru úr röðum stjórnvalda að leita upp í Talibana héruðum þar sem ekki var hægt að nota bíla eða skriðdreka eða neitt slíkt.
Já, við sjáum líka hérna eru OPM-agrarnir sem að Bandaríkjamenn hafa ekki þeir upprættið ekki af því að þetta var mikil tekjulind fyrir stjórnvöld og já, þetta er bara mjög skrítið ástand að bandarískir hermenn væru að vakta ópíum og heroín framleiðslu sem síðan endaði mikið í Evrópu og Bandaríkjunum hjá fíklum. Og þetta er mjög nýleg mynd hérna, sjáum við staðana í Kabúl í dag. Þetta eru talibanar á bandarískum herjeppa, Humvee, sem að þeir hafa náð öllum tækjum og tólum. Það var talað það bandarískir hermenn gerðu þessu mjög breiða þegar fóru, þeir skildu eftir mikið af tækjum og tólum og svo talibanar kynni ekki að nota þetta myndi bara ónýtast og þeir myndi ekki fara að fljúga á bandarískum herþyrlum eða slíkt. Það var nú bara held ég í fyrradag sem að það gerðist að eða í gær jafnvel að það var árás á spítala þar sem að ISIS réðist á spítala undir stjórn talibana og myrtu þar marga sjúklinga og talibanska verði talibana. Þá mætti talibana sérsveitin á þyrlu og lét sig síga niður á þakið og þeir eru ekki klæddir, eru ekki skeggjaðir og klæddir eins og við sjáum oft talibana fyrir okkur, heldur voru þeir bara eina nútíma herbúningum, þetta er bara nútíma hersveit og þeir hafa tekið yfir hlutverk hersins algjörlega og skipað það með sínum mönnum, þannig að það Afganar vilja í raun og veru bara fá frið. Ég held að með því að geta sýnt aftur að þeir geti stillt til friðar þá geti talibanar keypt sér töluverða velvild meðal ekki bara alþjóðasamfélagsins heldur meðal afgansk almenning sem að eins og áður sagði er mjög íhaldsamur til að byrja með og er ekkert endilega svo lítið hlynntur svona öfgafyllri túlkunum á Íslam. Þá er þetta endurinn á þessu slideshowi hjá mér. Ég er raun og veru bara kominn að kaflanum þar sem ég stoppaði og fór að taka við spurningum sem að ég man því miður get ekki endurtekið allar en ég held að ég hafi svona tæft á þessu helsta í þessari löngu og erfiðu sögu þjóðarinnar kannski sem stendur upp úr hvað það hefur reynst mikil bölvun fyrir Afgani afskipti erlendra þjóða að Sovétríkin, Bandaríkin, Pakistan allir þessir hagsmunaaðilar Sádi-Arabar eru með puttana í þeirra samfélagi og hafa í raun og veru gjöreyðilagt þeirra samfélag aftur og aftur með því að gera það sínum eigin leikvelli eða vígvelli fyrir sína hugmyndafræðilegu baráttu og það er kannski ekki síst það sem að hefur eitraði líf Afgana. Þannig er þetta mjög auðvelt sem hvítur karlmaður á Vesturlöndum að vonast til hins besta af talibunum. Ef ég væri kona í Afganistan eða minnihlutahópi eða trúarbroti þá myndi ég flýja bara við það fyrsta. Það er enginn sem að vill hætta lífi sínu á því að geta treyst talibunum. Ég meina þeir eru ekki þekktir fyrir að vera sérstaklega endilega góðir menn eða með mikla stjórn á sínum mönnum og sama hver fyrirheit leiðtogana eru þá veit maður ekkert hver hinn almenni talibani endilega tilbúinn að vera lengi undir þeirra stjórn. Það mikil hefð fyrir því að Afganistan skipta lið. Það er þetta mútamönnum og það geta orðið sviptingar mjög auðveldlega ef að ISIS fer til dæmis að ná til sín einhverjum verulegum styrk. Framtíðin því miður því ekki mjög björt en helsta von þeirra merkilegt nokkuð er alþjóðasamfélagið þó að það hefði brugðist þeim aftur og aftur á 20. öldinni og áður að þá er bara landið orðið ósjálfbjarga og óstarfhæft og það þarf að byggja upp innviði þá litlu sem að voru fyrir byggja það upp á nýtt og í raun og veru þessar 2 trilljónir fóru miklu leyti í vaskinn sem að Bandaríkjamenn notuðu þannig að það er einhverjir aðrir sem að þurfa að gera þetta með einhverjum allt öðrum hætti en það er víst ekki mitt hlutverk að spá fyrir það er of erfitt en takk ykkur bara kærlega fyrir og ég vona að þetta hafi verið ekki ósvipað því sem að ég farið fram dag. Takk fyrir mig. Já, enn og aftur Gunnarsson, kæra þakkir fyrir þetta. Mér finnst þú hafa bætt við ýmsu skemmtilegu eða óskemmtilegu kannski frekar ef við lítum á það þannig.
En bara kæra þakkir fyrir þetta að taka svona vel í þetta hjá okkur að sitja fyrir fram að vélina og tala út í loftið, og ég vona að sem flestir af félögum njóti þess nú að vita meira en áður Afganistan og framtíðina. Ég ætla ekki að reyna að finna upp á einhverjum spurningum sem komu þarna. Ég held að þú hafir í rauninni í lokin tekið upp ýmislegt sem var spurt á erindinu. En ég ætla bara að loka þessum fundi og segja þakka ykkur sem horfið fyrir áhorfið og áhugann. Og leið vil ég minna ykkur á að það ekkert lát á virkni U3A á þessum haustmánuðum. Þið finnið nóvemberdagskrán okkar á vef U3A og þar kennir margra grasa og gullkorna. Nóvemberfréttabréf Vöruhús Tækifæri komið út og það að finna á vefsíðum U3A og Vöruhússins. Fylgist vel með á vefsíðunni og á Facebookinni. Ég vil kannski að lokum minna ykkur á það að Gunnar Hrafn Jónsson fastagestur á RÚV einhverja daga vikunar og ég hvet ykkur til þess að hlusta á það. Takk ykkur fyrir og ég segi fundi slitið. Takk.